Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 62 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég ekki nógu fróður Það að segja, ég hef ekki lært þetta fag og ég hef ekki fyllilega kynnt mér þetta efni, en í gegnum það að kenna tungumál og að læra sjálfur tungumál og hvað það að vera í því ferli að læra tungumál, þá hef ég nokkuð oft rekist á þessi orð og þetta mál og þessa leið til þess að greina hina einstöku hluti varðandi hvernig við erum sem talendur á nýju tungumáli. Það eitthvað sem ég upplifi sjálfur sem hluti af mínu óöryggi á nýjum málum, hvernig mér líður kannski verr við að tala við einhvern á einu máli miðað við hversu vel mér líður á öðru máli. En orðin víst tengd við mjög frægan sálfræðing sem oft ræddur og greindur og notaður til að greina enn frekar hvernig við skiljum okkur sjálf. En þetta þá sálfræðingurinn Carl Jung. Og mér langar þá að tala þessi tvö atriði, eða þessi tvö hugtök sem ég hef notað nokkuð oft þegar ég að tala við nemendur mína og stundum kannski ekki verið nógu skýr á, því kannski var ég að nota vitlaust orð til að eiga við annan hlut, eða að ég hef hreinlega ekki verið nógu skýr með það hvað ég meinti, að hluta til því þessi orð almennt nokkuð lituð. Það að segja, þessi orð nú þegar með einhvers konar merkingu sem að fólk gæti þá einmitt upplifað á litaðan máta. Kannski að hugsa að þetta séu neikvæðari orð, að þetta séu huglægari orð heldur en þau kannski Því eins og Carl Jung notar þessi orð, þá þau ekki huglæg, þau hlutlæg, því hann notar þau til þess að greina einstaklinga og greina mannlegt eðli, og þá þarf að gera það með hlutlægum leiðum og hugtökum. Hlutlægur og huglægur íslenskan fyrir objective and subjective. The Icelandic words would probably literally be translated as itemly or partly, and then mentally or mindly. Objective and subjective. Kind of makes sense, right? En orðin ego og persóna. Til að skýra þessi hugtök eldsnögt, þá á egoið við allt meðvitaða sjálf þitt. Allt sem þú veist og upplifir að þú egoið þitt. Persónan hins vegar kannski það sem þú skapar þér sem þín eigin ytri
ásýnd og hvernig þú velur að birta þetta ego þitt, þennan hluta egos þíns í ákveðnum kringumstæðum. Til dæmis þá myndir þú tala allt öðruvísi á fundi í vinnunni þinni heldur en þú myndir gera við börnin þín. Í báðum tilfellum þá ert þú ert með egoið sem þú hefur, en þú ert að birta mismunandi persónur. Just to articulate this in English, because now we're dealing with objective terms that have, like I've talked about, a certain tone to them and a timbre. The actual terms used in at least English, and probably coming from his original German, it's ego and persona. I'm stating this now because, of course, there's going to be a difference between you hearing persona or persona, literally being the same word in Icelandic, but one could mean a person or persona. So this is where we would benefit from having a distinction in these words, but they are literally derived from the same word and therefore may not have a huge difference as a loaner word in Icelandic. Það kannski smá hættulegt að tala ego í dag af því leið og einhver heyrir, til dæmis ef nemandi minn heyrir mig tala ego nemanda, það byrjar strax að vera svona eins og ég sé að ráðast einhvern veginn að þeim að benda á egoið þeirra, því fólk tengir tal ego sem neikvæðan hlut, sem vandamál. Því þá kannski átt við að fólk hafi stórt ego og það komi kannski fram við fólk á neikvæðan máta, á hrokafullan máta eða sjálfselskan máta vegna þess hversu stórt egoið En það þarf ekki að vera satt og það ekki merkingin. Hugmyndin á bakvið ego hreinlega að eiga sér ég. Innan sumra kennslufræða og uppeldisfræða, eða allavega skóla innan uppeldisfræði, þá mikið úr því gert þegar að barn lærir í fyrsta skipti að nota orðið ég. Því þá eins og egoið hafi fæðst. Það veit ekki bara að orðið ég eitthvað sem maður notar til þess að tala sjálfan sig, heldur að barnið upplifi að það sé að segja orðið ég og það merki það sjálft. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Þetta mikið skref innan þroska og mikið skref innan málþroska. Í dramatísku tali mætti einmitt kalla þetta augnablik fæðing sjálfsins, fæðing egósins. Orðið persóna líka nokkuð hættulegt, því með því að nota þetta orð þá hljómar það svona eins og við séum kannski að búa til nýjar sögupersónur, að við séum að leika ný hlutverk þegar við förum á milli aðstæðina. Að ef þú ert ný persóna í hverjum nýjum kringumstæðum eða þegar þú ferð frá einum aðstæðum yfir í aðrar aðstæður, að þá ertu önnur persóna eins og þú sért ekki í rauninni þú. Að þú sért að vera einhvers konar fals.
að þú lýgur það hver þú ert af því þú hagar þér á einn máta í einu kringumstæðum miðað við í öðrum aðstæðum. Þetta þarf ekki að vera rétt. Það að þú sért með persónu í einum kringumstæðum ekki það sama og að þú sért að skálda þér upp einhvers konar eðli sem ekki þitt eigið eðli. Þú getur ennþá verið þú af því að þú ert ennþá þú. Þú hefur ennþá egóið þitt. Til þess að taka þetta inn í leikara myndlíkingu eða leiklistar myndlíkingu, þá þetta eins og þú sjálfur eða sjálf, kannski ég segi þú sjálfur af því ég á við þig sem hlustandi, karlkyns orð, að þú sjálfur ert þú ert leikari á sviði, en að þú setir upp ákveðina grímu til þess að vera ein persóna eða ein tilfinning og svo í öðrum kringumstæðum þá ertu önnur persóna, kannski með aðra grímu. Þetta það sem þau gerðu í leikritunum í Forn-Grikklandi, að vera með mismunandi grímur eftir annaðhvort sögupersónum eða eftir tilfinningum. Og þessar grímur eru oft notaðar sem tákn fyrir leiklistina, þar sem ein gríma brosandi og önnur gríma með fýlusvip. Þetta sama á við þig þá, samkvæmt Carl Jung. Hann vill meina að við séum öll við sjálf og það sé ekkert að fara að breyta því, en jú, einmitt að innan mismunandi aðstæðna þá ertu með aðra persónu sem eins konar síu á restina af því að þú talir ekki við yfirmannin þinn eins og 5 ára dóttur þína. Það myndi kannski ekki passa. Mér finnst þetta sama eiga við tungumál og þá þau mörgu tungumál sem þú kannski kannt. Þegar þú lærir nýtt tungumál, þá tekur þú eftir því að þú þarft að tala mjög einfalt mál. Þú getur bara myndað einfaldar setningar og talað eins og þú sért með þroska á við 3 ára barn, 4 ára, 5 ára kannski, og þú ert að gera málvillur sem að leikskólabarn myndi gera. Og fyrir flest okkar sem eru að læra tungumál á eldri árum, kannski fullorðins árum, okkur geti fundist að frekar erfitt, af því við erum með fullmótað ego sem að á fullorðins aldri, en það núna, það að segja egoið, að fá á sig persónu sem að barn. Og það getur verið nokkuð sárt. Við kannski leggjum stolt okkar í það hvað við erum í rauninni þroskuð, hvað við höfum náð langt, hvað við höfum náð að læra mikið og safna mikilli reynslu og dafna sem einstaklingar. Og þá væntanlega í gegnum það mál sem að þitt móðurmál, það mál sem þú notar til að hugsa og það mál sem þú notar til að þroska þig. Þú þarft svo núna að koma því fullmótaða egói í gegnum mjög þrönga persónu sem hefur ekki náð þroska. Heppilega þá ert þú sem reyndari aðili orðin miklu betri í því að sækja þér nýja þekkingu. Þú skilur almenna málfræði, þú skilur hvernig fólk talar saman og veist þá kannski hraðar hvaða hluti þú þarft að laga til og breyta miðað við hvernig þú myndir sjálfur tala á þínu móðurmáli miðað við hvernig þú myndir tala nýja málið sem þú ert að læra. Þannig að þetta gerist nokkuð hratt
en það gerist ekki án þess að þú vinnur í því. Þannig þú þarft að dvelja með þessari nýju persónu og þroska hana. Þetta verður jafnvel sárara þegar þú ert komin á það stig að þú getur farið að tjá þig við jafningja þína. Þú getur farið að tala við fullorðna á þessu nýja máli. Það getur verið kollegar eða vinir og þeir eru kannski einmitt fullmótuð ego með þetta nýja mál þitt sem móðurmál. Segjum til dæmis að þú vinnir í Reykjavík og þú ert að tala þá íslensku sem þú kannt, sem þú hefur lært í þann tíma sem þú hefur gert. Segjum kannski 2 ár og þú ert að tala við einhvern sem búin að stunda þennan lærdóm í 30 ár. Að sjálfsögðu það ekki sambærilegt, þið standið ekki á jöfnum fótum og þú getur bara tjáð þig eins og þú getur tjáð þig. Kannski hefur þú lært rosa mikið og ert farin að tala eins og 9 ára eða 10 ára barn, en þó bara það. Ég veit þú getur ímyndað þér hversu erfitt það að skyndilega virka fyrir öðrum sem myndu annars gera ráð fyrir því að þú sért jafn fullmótaður og þroskaður einstaklingur, jafn þroskað ego og þú ert í rauninni. En í gegnum persónu málsins sem þú talar, þá ert ekki nema 10 ára. Þetta bæði eitthvað sem ég hef upplifað sjálfur og upplifið jafnvel enn innan eins og dönskunnar minnar. Sérstaklega því ég bæði með mjög þroskað ego, þar að segja ég búin að lifa mínu lífi og safna að mér þekkingu og móta mínar skoðanir og persónuleika þar að segja í þau ár sem ég hef verið á lífi. Og ég með mjög þroskaða persónu á ensku. Ég hef talað hana mjög lengi og ég get næstum því verið fyllilega samkvæmur sjálfum mér, þar að segja sjálfum mér á íslensku, á ensku. Ég geri það ekki fullkomlega, en ég á allavega persónu á ensku sem ég ágætlega ánægður með og mér líður ekki illa í. Það sama á ekki við dönskuna mína. Ég hef ekki náð að mæta hinum persónum mínum í þroska á dönskunni ennþá. Og í rauninni það merki til mín að ég þurfi að stunda meiri persónu þroska og meiri vinnu í þessari persónu. En mér liði mjög vel ef að mér tækist að birta ego mitt og vera eins konar persóna á dönsku og ég væri til dæmis á íslensku. Að ég sé ekki heftur, inhibited, af vanþekkingu minni. Mig langar að komast á þetta stig því ég veit að ég birtist fólki ekki rétt á dönskunni og að ég næ ekki fyllilega að sýna mig og vera eins og ég á íslensku. Og líka því ég veit að fólk fordæmir reglulega þá sem að tala síðra mál. Ég hef þurft að læra þetta sjálfur og mæta mínum eigin fordómum. Því á ævinni þá hef ég hitt einstaklinga sem hafa talað mjög brotna ensku og oftar en ekki þurft að stökkva yfir á móðurmálið þegar það var yfir höfuð hægt í kringumstæðum þar sem voru kannski sameiginlegir vinir sem skildu málið hans. Og þá birtist hann þeim sem mjög sterk og þroskuð persóna. Yfir árin batnaði enskan hans
Þannig ég fór að skilja meir og meir af því sem að lá á bakvið þessa minna þroskuðu grímu, þessa minna þroskuðu persónu, og það fór að sjást meira og meira í egóið hans þannig að ég skildi hvað egóið hans væri. Og það verður mér ljóst að þetta er ein klárasta manneskja sem ég hef kynnst. Mig hefði ekki grunað það út frá því hversu brotin enskan hans var. En það var ég þá. Nú veit ég betur og ég geri mitt allra besta að fordæma ekki þá sem tala síðra mál, þó það sé jafn alþjóðlegt mál og enska, því það sýnir ekkert í rauninni vitsmuni einstaklingsins. Það segir mjög lítið egóið, því þetta mál, þetta annað eða þriðja eða fjórða eða fimmta mál er bara ein persóna af þeim mörgum sem þessi manneskja gæti borið. Hún er minna þroskuð en aðrar persónur sem aðilinn hefur, en egóið getur verið virkilega þroskað og aðilinn sterkur á bakvið það, þó gríman sé þröng. Ég tala þetta við nemendur mína og ég geri það svona næstum því til þess að hugga þá, því þeir eru oft mjög frústreraðir og ángraðir og pirraðir yfir því að vera ekki betur talandi eða að þeir ná ekki að tjá sig betur á þeim tímapunkti sem þeir eru komnir á. Að þeir þori ekki að tala þó þeir hafi mikinn orðaforða. Ég skil það því ég hef sjálfur verið á þessum stað. En þá hjálpar þessi skilgreining mér, þessi aðskilnaður þessara tveggja hugmynda, að vita að þó að persónan sjálf sé ekki jafn góð og ég vil, þá hefur það engin áhrif eða segir ekkert hversu gott ego ég hef og hversu þroskaður ég er. Það bara vill svo til að þessi persóna er frekar minna þroskuð heldur en þær aðrar sem ég á. Þetta er mögulega erfiðasta og fræðilegasta og mest abstrakt efni sem ég hef talað Þess vegna hef ég talað í svona mikla hringi og reynt að nefna aftur og aftur hvað ég á við, bæði til þess að orðin skiljist, hugmyndirnar skiljist og að tjáningin skili sér. Ég skil það mjög vel ef þetta er of ruglandi, en lykilatriðið er að þið sem eruð að læra, þið eruð á réttum stað, þið eruð að gera betur því að þið eruð að læra, þið haldið því áfram og að það er í lagi að tala barnalega eða tala einfaldara mál heldur en þið vilduð eða gætuð, því staðreyndin er einfaldlega sú að þetta tekur tíma og vanhæfni þín til að tjá þig eins og þú vildir eða gætir segir ekkert hversu þroskaður einstaklingur þú ert. Þú ert þú. Málið sem þú talar í þessari persónu er annað og bara lítill hluti af þínum mörgu hæfileikum. Þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page.
that's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.